Við byrjum þá á fyrsta verkefninu með því að setja inn uppröðuna á inntölunni sjálfri, sem sagt hvernig við röðum upp. Það er spennugjafinn hérna fyrst. Og hann er hérna lengst til vinstri, síðan er miðeiningin, við breytum henni ekkert eftir að við erum búin að setja hana inn. Heldur við finnum hliðræningu og setjum hana inn sem heitir AM0600 og síðan er rofaingangseining eða fyrir skynjara, NPN skynjara, eða DDI eining númer 1602 og svo eru transferútgangar sem eru DDO eining sem er líka með númerið 1602 og þetta er 16 útgangar og þessir transferútgangar þeir þola bara 500 milliampere. Það er mikið verið að nota þetta og hægt að tengja beint út á sérstaka segulroða. Þannig að við ætlum að fara í það að setja vélina upp og til að sýna ykkur hvernig við förum að því. Þá smellið hérna á undir fæl og séu það svona nýtt blað, smellið á það, eða ég held að sé hægt að fara líka í fæl og new, þá kemur svona og fer hann í stundarglassi kemur, það tekur svolítið tíma að opna þetta og þá fáum við þetta þessa valmöguleika hérna. Kannski fáið þið fyrst upp vélina hérna Modicon 580, það er mjög algengt. En býtuðu, þegar að þið ræstuð forritið, kom þá ekki hérna að þið áttu að hérna setja inn eitthvað passvort. Endilega smellið á, já ok, þetta extra það bara út ef það skyldi koma. Ok, þannig að hérna við notum ekkert passvort. Allavega þá þurfum við að nota hérna, sko, inntöluna sem við eigum til. Hún heitir BMX34 2020, sem sagt það er Modbus Ethernet. Það er þessi vél hérna, CP340 20, sem sagt Modbus Ethernet. Það er hún. Og það þá hérna, já, ef þið hafi verið með sko Modicon 580, þá þurfum við bara að opna hérna, smella á plúsin á Modicon M340, því að þar finnið þessa vél. Ok, erum búin að finna þetta? Og smella þá á OK. Og þá fyrir hann að hlaða þessari vél inn. Já, það er núna. Já. Núna eigum við að extra þetta hérna út. Það stendur hérna Modify Password. Alls ekki setja neitt password hérna í þetta. Það er bara til þess að geta komið einhver vandræði. Sérstaklega ef við vinnum í skólanum. Það þurfum ekkert password. Bara extra þetta út. Það væri gott að hafa þetta þegar að maður komin í eitthvað fyrirtæki, að vinna í einhverju fyrirtæki, þá er þetta stjórna því hverjir hafa aðgang að hverju. En við notum ekkert password núna. Sko, nú skulum við opna, hér sjá ég hérna, það heitir Project Browser. Við getum lokað honum og opna hann hérna með takkanum sem er hérna uppi, Project Browser. En fyrir neðan Project þá kemur hérna Configuration og fyrir neðan það er svona plus, smellið á plusin og kemur svona lítill kassi það fyrir neðan sem stendur þarna BMX XPB 0800, þetta er bara stærðin á rekkanum hérna. Tvísmellum á hann og þá fáum við hérna mynd, er það ekki? Já, þá erum við að opna þessa mynd af inntölvu rekkanum og nú ætlum við að raða í sökkulinn og við tökum hérna fyrst spennugjafann, við merkjum hann, þessi heitir CPS 2000, við erum ekki með hann, bara ítum á delete, þá fer hann í burtu. Ok, þið erum búin að hreinsa hann í burtu, svona,
og þá sennilega tvísmellum við aftur hérna þennan og þá fáum við valmöguleika hér. Við erum með standard isolated DC power supply, það er 2010. Þú með velja hann, segjum OK. Þá erum við akkurat rétta spennugjafa eins og við erum með á þeirri inntölvu sem við eigum. Gætum sett þetta fórið 10 ef við vildum. Þessi vél, miðeiningin, hún er komin hérna, við völdum hana áðan og við breytum því náttúrulega ekki neitt. Hún er í sökli 0 hérna. En í sökli 1 þá kemur hliðræna einingin og ensku þetta kallað, sjá hérna analóg sko, og þá smellið á plúsin hérna við analóg. Það eru hliðrænar einingar. Það er spennumerki, straummerki. Og þá veljum við hérna BMX AMM 0600. Það eru 4 inngangar, annarkot spennu eða straum og 2 útgangar, annarkot spennumerki eða straummerki. Þá veljum við það. AMM 0600. Og svo segjum við að vera OK á það. Þá kemur svo eining hérna í sökul 1. Allt í góðu? OK, þá fyrir við sökul 2. Tvísmyndum á hann. Þetta er svona af-á-merki frá rofum eða skynjurum sem gefa annarkot háttgildi eða láttgildi og þá fyrir við í discrete. Svolítið skrítið. Discrete. Veljum þann. Og þá eru fyrst inngangseining. Það er DDI 1602. Það eru 16 inngangar og það er 24 volta eining og þetta er NPN eining vegna þess að hún er merkt hérna sinking. Við erum að tengja álagið, við erum að söppa neðri endanum á álaginu niður í mínus. Það er það sem að þetta hugtak sinking á ensku merkir. Sér svo OK, þá er svo eining komin og þá eigum við bara eftir transistora útgangseininguna og það er líka bara af á merki og það er líka discrete. Smellum á plús á discrete og það er DDO 1602 því að O-ið er fyrsti stafurinn í output output 1602. Það er 16Q transistora útgangar þola 0,5 ampere hver útgangur. 500 milliampere útgangar transistora. Og segja það OK. Þá erum við búin að setja upp alla inntöluna sem við eigum hérna. Sem að við fengum að hálfu leyti gefins frá Schneider. Og skólinn borgaði hinn hlutann af henni. Þetta er fínt. Þá við getum bara lokað þessu hérna og eftir þá vistum við hérna skjali hjá okkur. En núna ætlum við að byrja á því að skoða verkefni. Það stendur hérna næst sem við eigum að gera tvö hérna skráðu í data editor lista yfir innganga og útganga. Og hérna við skulum þá finna hérna data editor. Það er hérna í línunni hérna uppi. Sjáum við data editorinn, það á að vera þetta hérna. Hægra megin við þetta merktákn er svona eins og tvær skúffur, svona eins og kommóða eða eitthvað slíkt, eða skjalaskápur. Erum við búin að finna þetta? Data editor. Gott mál. Þá byrjum við bara að skrifa þetta inn. Bilun A og bara fyrstu línuna hérna sem svart hérna, skrifa það undir name hérna, bara bilun A og setjum undirstrykk því að það má ekki vera bil með bilsláni, það eru ákveðnar reglur í þessu og ef við ít bara enter hérna, þá kemur hérna hvaða tegund af inngangi þetta er, þess að búl og það sem að ég ætla að velja hérna er svo kallað e-búl sem kallast þá extended búl. Það þýðir það að við erum að nota einhverja 2-3 bita í viðbót. Ég man ekki nákvæmlega hvað eru margir þessi bitar sem við erum að nota.
sem að þannig að við getum gert eitthvað fleira með þessum inngang heldur en bara að vera með hann kveikt og slökkt á. En sem svo þessi systembiti sem er tekin hérna blikkari hérna upp úr inntölunni, hann er ekkert íbúl, hann má ekki vera íbúl. Þið sjá hérna, það er íbúl fyrir ofan hann, en hann er bara búl. Hann er bara af á biti, það má ekkert gera neitt annað með hann. Hann er ekkert extended, hann er bara einfalt af á merki. Og þá myndum við setja sem sagt merki, prósentumerkið fyrir að þetta sé vistfang og síðan stórt S og hann er númer 6, systembitinn, til þess að láta hann blikka eðlilega fyrir okkur. Þannig að þá förum við bara að skrifa þetta inn. Setjum við að bilun A og blikkari. Nei, og bilun B segir. Bilun B. Og þegar ég íti á enter hérna, að þá kemur íbúl strax niður. Ef að þið hafi verið búin að skrifa eitthvað hérna, ég ætla að eyða hana bilun B aftur út hérna, þá hérna getum við dregið hérna niður bilun A og þá breytist þetta hérna þá getur maður í rauninni bara breytt bilun A í bilun B, skiljiði. Þannig að ef maður dregur eitthvað heiti til og bara endurskýrir það, þá er svona þægilegra að vinna við þetta. Og blikkari. Og nú þarf ég að breyta einmitt íbúl í búl. Þetta er bara af á merki, annars virkar þetta ekki rétt. Búl er einhvers veginn hérna neðar. Hérna er þetta. Og svo set ég inn í address, hún er hérna. Address er þá prósentmerki og stórt S og 6. Og svo bara enter og þá er allt í góðu lagi. Þá förum við bara næstu línu fyrir neðan og þá bara höldum við áfram að skrifa þetta allt saman inn. Flauta, undirstrik, hverfiljós og svo framvegis. Já, ég gleymdi að taka fram sérstaklega að þegar við skrifum hérna hverfiljós, hverfi undirstrik LJ, við megum ekki nota neina broddstafi, enga sér íslenska stafi, af því að þetta tengist kerfum langt niður í alls konar búnað og þeir eru kannski bara einfaldir og þeir eru bara með einfalda ASCII-töflu, þeir vinna bara á mjög einfaldri ASCII-töflu, þess að tákn fyrir bókstafi, tölustafi er bara mjög einföld, þannig að það er ekki tækt að vera með sér íslenska stafi, ekki þ, æ, eð, ö og allt þetta, það er ekki tækt, það má ekki skrifa það, þá bara reynum við að nota einhverja aðra stafi í staðinn og ja, eins og hérna í ljósinu það er bara og eins og ég sagði hann að bil á milli er mjög gott að hafa með bara undirstriki. Já, ég glemdi að skrifa hérna flauta. Flauta, undirstrik, hverfi, LJ og S. Og svo enter og þá þarf ég að breyta aftur sem sagt búl í búl og þá kemur það sjálfkrafa. Það kemur mjög nálægt sko og næsta sem við setjum inn þá getur það verið að já, það er íbúl alveg þangað til því lendið í því að það kemur hérna markgildi A en það er heiltala. Ef ég fer strax í það, skrifa það hérna inn markgildi undirstrik A og þá kemur náttúrulega sjálfkrafa íbúl en við þurfum að segja að þetta er tölugildi, þetta er tala og það er þá integer sem er heiltala int. Ok, fínt og
síðan dreg ég fyrir hérna í markgildi A og dreg það hérna í næstu línu fyrir neðan og breyti bara A í B. Þess að tek 0 og út og segir það A, B. Mjög þægilegt. Síðan kemur hérna raungildi A, þá skrifa ég það. Og það heldur áfram að vera integer og síðan dreigi það niður og þá breyti ég bara A í B. Þá þarf ég ekki að skrifa eins mikið. Svona. Ok, þið skellið þessu öllu saman inn. Ég held að það sé ekkert sem á eftir að koma okkur á óvart núna. Passið bara strax að svo kemur hérna rautt A eftir integer, breytað í íbúl. Rautt ljós, það er útgangur. En við hérna áttum okkur strax á því hvað er inngangur og útgangur með því að þetta virkar allt saman hjá okkur á skjánum og sjáum þegar við erum að nota rofa þá er það alveg augljóst. Þeir eru með ákveðið nafn og númer og allt. Þannig að það er mjög einfalt. Svo að rautt A og rautt B þá get ég byrjaði að draga þetta eða niður. Og þá er þetta að breyta þessu. Þegar við erum búin að setja allt inn í gagnagrunninn, allt þetta hérna, þá er næsta mál, það er að setja inn stigarit, sem sagt mynd 1 og það er fyrri hluti af sem sagt vélgæslukerfinu og við flettum hérna neðar bara, þá er þetta svo stóra myndir að þær koma hérna á blaðsíðu 5 líklega, það er mynd 1 og þá þurfum við að fara og setja inn sem sagt stigarit sko, en hvernig byrjum við á þessu öll saman? Jú, það kemur nú fram hérna aðeins ofar að lítur við hérna einhvers staðar. Nei, það kemur ekki nógu vel fram hérna. Hvernig við byrjum á stigaritinu. Það er sýnt sennilega á næsta verkefni betur í verkefninu. Þá ætlum ég að sýna ykkur þetta, hvernig við byrjum á því að setja stigaritið inn. Sko. Núna höfum við þennan Project Browser hérna hjá okkur. Við akkurat notum hann til þess að átt okkur á hvernig þetta er allt saman raðað upp hérna og við förum hérna undir Programs, sjáum við hérna neðanlega í listanum í Project Browser, Project Browser, Programs, Tasks og svo kemur hérna Master Tasks og það er þetta plus á hann, þetta er svona Master Task og undir honum er Logic. Þar setjum við forritið okkar. Þá hérna merkjum við þetta Logic, hægri smellum á það og setjum hérna New Section. Og nú ætlum við að fara að setja inn stigarit og þá skulum við velja hérna Language, tungumál sem sagt, veljum hérna stigarit sem er Ladder Diagram. LD. Veljum það. Erum búin að finna það? Ok. Flott. Svo skrifum við bara eitthvað stutt hérna. Sko þetta er vélgæslukerfi. Við getum bara skammstafa það til dæmis. Við getum skrifað bara VAFGK. Alveg nóg. VAFGK. Það var engin sér íslenski stafir eða neitt. Og svo smellum við bara á OK.
þá fáum við þetta svona, laddidiagram, VGK, og ef við tvísmellum hérna á þetta, þá opnast þetta alveg og við sjáum hérna, getum við sett inn ladder. Og við sjáum hérna þessi tákn sem hérna vinstra megin. Við ætlum að setja fyrst inn tímaliða. Þá byrjum við nefnilega á því að nota svokallaðan input assistant. Hann hérna í þessari línu hérna fyrir ofan, tækjalínu, og það stendur FFB input assistant. Og þá, ef maður smellir á hann, þá kemur svona uppgluggi og við skrifum þá það sem stendur inn í því tákni sem við ætlum að fara að sækja. Þetta send inn tímaliði, það stendur inn í honum T og N. Þá skrifum við nákvæmlega þetta hérna sem stendur inn í honum, T og N, þetta on timer. Skrifum hérna í línuna, bara efst þarna, T og N, og svo bara smellum við þar á OK, spáum ekkert meir í það. Og þá fáum við þetta í músina, sem að eldi á okkur einhvern patta hana á skjánum, og þá smellum við hérna bara ofarlega annarkot í dálk 3 eða 2, kannski hérna í 3, og þá kemur hérna tímaliðan T og N, setja inn tímaliði. Og við sjáum það að kassin hérna utanum er blár. Það þýðir það að við þurfum að tengja við hann, inngang og útgang, þannig að við getum villuleitað og hérna, ef eitthvað er skilið svona eftir, ótengt, þá getum við ekki útbúið forrit fyrir tölu og við þurfum að laga það áður en við getum vistað. En bara strax eftir að við erum búin að ganga frá þessum tímalega hérna, þá skulum við byrja á því að vista það sem við erum búin að gera hingað til. Því að ef eitthvað kemur upp á, eða ef þið eru bara hættir og þið bara lokið forritinu, vitið þið hvað þið þurfum að gera þá? Næsta tíma. Skrifa þetta allt saman inn aftur. Nei, við ætlum ekki að gera það. Við ætlum að vista þetta og það þarf að tengja þetta þarna við fyrst og þegar það er búið, þá þurfum við að villuleita þetta. Það er gert hérna undir, sjá hérna window hérna. Það er eitthvað analyze hérna og build changes eða build everything og build old project. Og þá getum við vistað þetta með því að fara í file og save archive. Þið sjáu þetta er grátt hérna. Ef það er einhver villa í forritinu, þá getum við ekki vistað þetta. Eðlilega, save archive er ekki hérna til. Og þegar við erum búin að smella á save archive og skrifa nafnið á skránni, þá getum við síðan smellt á myndina hérna diskinum. Og þá samþykkjum við það bara með því að íta á OK. En núna skulum við klára að ganga frá tímaliðan og vista þetta á eftir. Það sem við byrjum á að gera er að tengja með línu hérna út til vinstri, eins og við sjáum á myndinni. Það vantar náttúrulega línunu, sem sagt, það vantar hérna lóðréttu línuna hérna niður á myndina, en látum það ekki á okkur fá hérna, þetta heitir link, hvað heitir þetta? Eitthvað link hérna. Boolean link heitir þetta, já. Akkurat. Það er fljótlegast að nota hann, þá klárar hann að tengja þetta alla leið. Og í næstu línu það fyrir neðan, fyrir inngangin hérna, þá ætlum við að setja normally closed þátt hérna. Og það er hérna nánast, já, hér fyrst er músabendillinn, svo kemur venjulegur inngangur og síðan nei, það er inngangur. Við notum hann, smellum inn svona hann
Já, ég var með bendilinn hérna, ég ætla að prófa, það má ekki vera hérna, þetta tilbaka. Ég þarf að setja hér. Og svo þarf ég að tengja þetta hérna úti. Ég get verið með bara einfalda línu hérna, tengt á milli. Og nú ætla ég að fá bara músabendilinn. Og ég ætla að hérna tvísmetla hérna á þetta PT. Það er preset time. Og þetta er búið þægilegt. Ef ég skrifa bara 5 og S, ít á enter, þá skrifar forritið sjálft fyrir mig T fyrir þetta tími. Þetta er lengdin á tímanum sem að er fyrir þennan tímalega. Það skrifast sjálft T, tvíkross og það sem ég skrifaði var bara 5 sekundur, 5S og enter. Og það er gott, einfalt. Ef við tvísmetli á Q-ið sjálft, ég held að það er langt þægilegast, að þá getum við náð í seinkun A. Ég var náttúrulega ekki búinn að skrifa það inn, en þið eru allir búin að skrifa það inn. Og smellið á þetta 3-punktinn hérna og takkana hérna hægra megin við. Þar getið þið náð í seinkun A. Ég var ekki búinn að gera það, þannig að ég var að redda því sjálfur. Ég var að skrifa þetta hérna inn. Þið sjáu hvað er miklu þægilegra búinn að skráða þetta allt saman inn, því annars þyrfti ég að íta á seinkun A og síðan að haka við hérna og síðan ákveða hér. Jú, ok, þetta á að vera íbúl hérna. Ég get alveg gert þetta eftir á, þetta er bara svolítið meira vesen heldur en að skrifa þetta bara belg og byggðu inn í dataeditorinn. Og svo haka við græna. Og þá er þetta komið inn í dataeditorinn. Ef ég opna dataeditorinn, þá kemur það seinkun A og fer þetta inn í dataeditorinn sjálfkrafa. Og þá fer ég aftur yfir þetta. Sjáðu, núna er ekkert blátt lengur í þessu. Nú getum ég vistað þetta. Nú skulum við allir fara að vista þetta, en þó kannski gerum eitt áður. Við skulum merkja hérna bilun A á þetta við innganginn. Tvísmellum hérna bara með músabendilinn valinn. Tvísmellum á normally closed táknið fyrir innganginn. Smetla á 3-punktinn hérna, kassan með 3-punktinum og velja þar bilun A. Svona, og svo bara OK. Og svo bara OK. Ef við smellum ekki strax á OK, þá getum við ítt á apply til að sjá hvað hefur breyst. Það gerist hérna, þetta er allt rétt, og segir það bara OK. En núna getum við vistað. OK. Eru allir komnir við þetta? Það er ekki að bíða eitthvað aðeins. Allir þeir sem voru frammi eru búin með þetta líka? Allt komið? Nei, það er miklu flóknara maður. Bittu fyrir þér. Við lentum í alveg gríðarlegu gagnatapi fyrst árin sem við vorum að kenna þetta. Þannig að það var ekki búið að kenna okkur að vista þetta strax. Það fyrsta sem maður þarf að gera þegar maður fer að vista, það er file. Nei. Já, ég er ekki komin að því. Ég byrja ekki á því. Nei. Við þurfum að byrja því að villuleita þetta. Við þurfum að byrja því að smella hérna á takka hérna sem að heitir Analyze. Svo er þetta hann er svartur þegar ekki er búið að fara í Analyze, en svo verður hann bara alveg grár. Þannig að ég ger þetta bara einu sinni og það kemur hérna fyrir neðan einhver texti, það kemur hérna 0 error hjá mér og 1 warnings. Og þetta 1 warnings er bara það að vera að minna okkur á að við þurfum að tengja sérstaklega spennu inn á inngangseininguna. Ekkert mál, gerum það bara sérna. Þetta warnings skiptir okkur engu máli. Og þegar við notum herminn,
og þurfum ekkert að gera meira. Þetta allt í lagi. Þá erum við búin að smella á Analyze. Næsta sem við þurfum að gera, númer 2, það að smella á Build All Project. Ok, þegar það komið, þá erum við í rauninni búin að búa til kóða fyrir iðntölvuna eða fyrir herminn. Og núna loksins getum við farið að vista. Þá förum við í File og Save Archive. Og þá kemur upp þetta hérna. Þið kannski viljið velja einhvern ákveðin stað, kannski búið til möppu. Nú bara spurning, hvar öruggast að vista þetta? Kannski setja þetta fyrst á einhvern ákveðin stað og síðan taka þetta inn á USB-lykil eða því að þið vitið þessar tölvur geta hrunið bara hvenær sem Og það líka einn möguleiki, þið getið sett þetta inn á einhverja möppu inn á tölvunni og síðan þeir eru búin að loka öllu, það að gera að vera með möppu á þessari tölvu hérna, þar sem við erum að vinna í forritinu. Sko því að síðan takið þá möppu, þeir eru búin að slökkva forritinu og það hægt að geyma hana á OneDrive til dæmis, ef þið eigið það, eða geyma inn á Dropbox, skiljið. Því að þegar að tölvan hrynur, þá náttúrulega allt farið. Það bara að skrá þetta í næstu önn, sko, aftur í áfangan. Já, sko, það hægt fyrir ykkur að sko, taka gögnin, hafa þau samt áfram á tölvunni, taka bara kópíu af þeim og setja inn á OneDrive, bara sem öryggisafrit, eftir hvern tíma. Og ef ekkert gerist með tölvuna, þá getið þið haldið áfram og notað gögnin sem eru í tölvunni. Og sko, það sem sjálfgefið hérna hjá mér, svona hérna Control Expert hérna einhver staður, það sem það er búið að setja inn, eða þetta hérna með einhverjum skrám sem hafa komið upp leið og hérna forritið var sett upp og ég hef búin að setja inn eitthvað hérna af skrám og nú skrifum við bara hvað þetta verkefni heitir. Þetta heitir sem sagt 1A og hérna getum við skrifað hvað sem okkur sýnist. Hérna blöndunarverkefni til dæmis. Nei, þetta er ekki blöndunarverkefni. Hvað er ég að bulla? Þetta er vélgæslukerfi. Svona. Vélgæslukerfi og þá bara smellið þá save. Þið þurfið bara að skrifa þetta nafn einu sinni. Ekki hafa þetta eitthvað annað nafn á þessu annar staðar. Hafið sama nafnið á þessu verkefni. Síðan þurfum við verkefni hérna 1B og þá getur það heitið eitthvað annað. En þegar við smellum hérna save, þá fer þetta í skráarsafn. Á ensku heitir þetta archive. Þetta þurftum við að læra hérna eftir að við vorum búin að lenda í tómuvesinni fyrst. Sérst archive, síðan smellum við á diskinn. Sjáðu hérna táknu fyrir diskinn. Hægra megin hérna möppuna, hægra megin við Open. Þar kemur Save As. Og þá sjáu þið, nafnið sem að þið skrifuð, það kemur hérna. Þá smellið þið bara hérna Save, ekki breyta því. Já, það er villa þessi hjá þér. Já, það er ástæðan. Okay, þá ætla ég að stoppa upptökuna. Púlsinn, það er svona single shot, breytir ákveðjandi merki í stuttan púls. Þá förum við hérna í þennan Input Assistant og skrifum þar bara TP og OK. Og af því að ég er nýbúinn að vista,
þá kemur upp þessi viðvörun staðfesta breytingar. Það segir bara já. Do you confirm the modification? Það segir bara já. Og þá fæ ég þetta og síðan þarf ég bara að tengja þetta allt saman upp. Og af því að þetta allt blátt núna, þá verð ég að áður en ég geti vistað þetta aftur, þá verð ég að ganga frá öllum tengingum. Og sumar tengingar eru ekki notaðar eins og þetta EN og hérna, þannig að það þarf ekkert alltaf. En allavega fyrir inngangi, það þarf að vera tengt. Já, þetta var það sem við fórum yfir í fyrsta tímanum og eftir að við kláruðum að setja upp einingarnar í eintöluna að þá settum við inn í data editorinn flest allt eða alla innganga og útganga og heiti á minnishólfum fyrir tölugildi og síðan settum við hérna í Logic, þar settum við inn stigarit. Það gert hérna með því að stilla á LDE fyrir ladder diagram og svo þurfum við að passa okkur á því að nota ekki sér íslenska stafi. En það bara undir streikið hérna sem er notað og til þess að búa til bil á milli orða. En já, og við þurfum að hægri smella sem sagt á möppuna Logic til þess að fá þetta fram hérna til þess að fara í New Section. Ok, þá hérna settum við inn stigaritið og í rauninni það sem við gerðum það var að setja inn sennilega bæði fyrri og seinni hluta af stigaritinu sem sagt bilareingang A og bilareingang B. Og það samnýtt hérna útgangurinn flauta og hverfiljós, þannig að það bara í mynd 1, í mynd 2, þá erum við bara með sem sagt grænu á B og rautt á B og svo endar það á stopp blik B. En í næsta tíma þá setjum við upp samanbaraþátt. Og þegar við erum búin að setja skjámynd og prófa þessa uppsetningu fyrst. Sem sagt þá setjum við inn þennan skjá hérna og sem er með öllum inngangunum fyrir A og B, öllum þessum rofum og hérna útgangarnir eru þá ljósin og flautan. Við prófum það fyrst og síðan bætum við við þessum sleðum til þess að líka eftir hitastigi á inngöngunum. Þá skoðum við þetta í næsta tíma.